Komið sæl, ég heiti Anna Helga Jónsdóttir og ég dósent við Raunvísindadeild Háskóla Íslands og ég ætla að segja ykkur svolítið frá námi sem við bjóðum upp á í hagnýtri tölfræði. Hvað er MAS-nám eða MAS-nám? Jú, þetta stendur fyrir Master of Applied Statistics og þetta er gráða sem við höfum boðið núna hérna upp á í nokkur ár við Háskóla Íslands en er þekkt víðast hvar erlendis. Þetta er nám, þetta kallast nám til viðbótarprófs á meistarastigi. Þetta er svona eins og þetta er skilgreint í Bologna rammanum. En þetta er svolítið styttra en hefðbundið MS-nám og það er hægt að ljúka þessu námi á einu ári. Margir okkar nemendum stunda þetta nám samhliða vinnu og taka þá svolítið lengri tíma í að klára gráðuna og það er alveg gott og blessað. Það sem er kannski svolítið frábrugðið þessu MAS-námi miðað við hefðbundið MS-próf er að þetta veitir ekki aðgang að doktorsnámi. Þetta er ekki rannsóknarmiðanám heldur er fókuserað á hagnýtingar í þessu námi. Nú af hverju ætti fólk að fara að læra tölfræði? Jú, þegar ég var spurð fyrir einhverjum, þessi 10 ár síðan þegar ég ákvað að fara í framhaldsnámi í tölfræði fannst fólki það svona svolítið skrítið, en í dag er það breytt, jú, það eru tölfræði, það eru gögn út allt og tölfræði er svona miklu meira einhvern veginn í umræðin í dag heldur en var fyrir, 10-20 árum síðan. En það er verið að safna gríðarlegum gögnum á degi hverjum út allt og það þarf einfaldlega gott fólk til þess að greina öll þessi gögn og þess vegna ætlum við að bjóða upp á þetta nám. Þessi þörf mun án efa ekki minnka heldur bara halda áfram að aukast og viðfangsefnin eru gríðarlega fjölbreytt. Nú, þarna ákvað ég að setja niður á blað bara svona nokkura viðfangsefnum tölfræðinga en þau eru svo sem mun fleiri en spurningi eins og eru lyfin sem við erum að taka örugg, það er spurning sem tölfræðingar fást við á hverjum degi. Hverju mælt við okkur fyrir okkur á Netflix og öðrum svona miðlum, það eru svona tölfræði líkön sem liggja þar á baki. Klassísk spurning hvernig fara næstu kosningar. Nú fáum við lán í bankanum, hvað má veiða mikinn þorsk, það er nú ansi mikilvæg spurning fyrir okkur hérna á Íslandi. Smá spurning eins og hlýnun jarðar, er hún raunveruleg? Þar eru tölfræðilíkön sem eru nýtt. Áhættuþættir krabbameins og aðra sjúkdóma og svo sjálfsögðu þetta sem við erum nú komin öll með held í alveg nóga núna, en hvernig mun þetta blessað COVID-mál fara allt saman? En þeir sem hafa fylgst nú eitthvað með því hafa séð að þar spilar tölfræði stóran þátt bæði að spá fyrir hvernig faraldurinn mun þróast en líka í þessum lyfja þróunum og prófunum sem eru þar að baki. Nú, samsetning námsins, þetta er 90 ECTS eininganám og eins og ég sagði áðan þá er hægt að klára þetta á einu ári en flestir nemendur okkar taka nú svolítið lengri tíma í þetta. Það eru 60 einingar í námskeið og svo 30 eininga lokaverkefni. Það er í rauninni aðeins eitt skyldunámskeið á þessari námsleið. En þið getið séð betur inn í kennsluskrá hvaða önnur svo námskeið þið getið valið með og þetta eru svona 30 námskeið mögulega aðeins fleiri sem þið getið skoðað og við erum nokkur sem sitjum í námsnefnd sem svo förum bara í gegnum þessi námskeið með ykkur og setjum upp svona skynsamlegt plan til þess að klára þessa gráðu. Nú inntökuskilyrðin að BS-gráða eða BA-gráða frá viðurkenndum háskóla eru í inntökuskilyrðin inn í þetta nám. En við mælum eindregið með því að nemendur sem koma úr fögum sem reyna ekki mikið á stærðfræði að þeir taki á fyrsta misserinu inngangsnámskeið í stærðfræðigreiningu þannig að það hjálpar bara hreinlega með áframhaldandi nám að vera með námskeið í stærðfræðigreiningu á háskólastigi. Þannig að við mælum eindregið með því og þetta eru hlutir sem þið geti rætt við okkur í námsnefndinni hvort að við mælum með því fyrir ykkur.
Lokaverkefnið eins og ég minntist á áðan, það eru 30 einingar og það er yfirleitt unnið á svona 4 mánuðum en aftur það er alveg dæmi að það taki kannski svolítið lengri tíma, sérstaklega ef nemendur eru að vinna með náminu. Þarna er nú bara listi yfir nokkur af lokaverkefnum sem hafa verið unnin í námsleiðinni. Eitt verkefnið snýr hversu lengi þú þarft að bíða í svona þjónustuveri, í þessu tilviki var það CCP. Greiningu og komufjölda í bráðamóttöku á Landspítala, það var nú eitt verkefni sem snýr það, launamun kynja eftir starfsstéttum, brotthvarf og námskeiði í stærðfræðigreiningu á háskólastigi og mat á fasteignaverði. Og þarna eins og þið sjáu, þetta eru viðfangsefnin eru fjölbreytt en það er akkurat eins og ég nefndi áðan, viðfangsefni tölfræðinar eru fjölbreytt og spennandi og skemmtileg. Nú, tækifæri að loknu námi að nemendur okkar hafa farið í ýmis konar störf og þarna nefnum við einhver, það eru nemendur frá okkur sem núna starfandi í fjármálageiranum, við markaðsrannsóknir, hjá tölvuleikjafyrirtækjum, ráðgjafafyrirtækjum, nú hjá hinu opinbera líka og svo mætti örugglega telja eitthvað meira upp. En það eru sem sagt ýmis tækifæri sem hafa allavega opnast fyrir nemendur okkar til þessa. Nú, endilega ef þið hafið einhverjar spurningar námið að hafa samband við nemendaþjónustuna og þið sjáu þarna netfangið sensgraduate@hu.is og þarna er líka símanúmer sem hægt að hafa samband og ef þið eru með frekari spurningar. Nú svo vona ég bara að ég sjá ykkur sem flest í MAS-námi. Takk fyrir mig og bless bless.